bara kynna þið stuð. Já. Bogi, þú segir bara til. Gjör svo vel. Hefur já, bara takk kærlega fyrir allt sem hafið ákveðið að deila þessari stund með okkur Nönnu línjan í dag. Nanna sem sagt, við fengum að vera með erindi hérna í stjórnmálaskóla sósíalista í maí 2024. Hún ætlar að fjalla þreytu í svona samhengi við hugmyndasögu, iðnbyltingu, þú voru að hjálpa mér aðeins Nanna. Já, akkurat, svona kannski sögu vinnu og líka svona í raun og veru langvinn þreyta. En þetta er bæði svona þessi vinnusaga og svona þessi veikindasaga í raun og veru. Já, einmitt. Og þessi þreyta sem eins og þið þekki væntanlega öll, að ég gerir ráð fyrir því. Við erum öll svo þreytt, svo það verður bara áhugavert að heyra á erindi þitt, Nanna Hlín, og takk kærlega fyrir að koma og vera með okkur. Já, takk fyrir að bjóða mér. Já, sko, það er gaman að vera hérna. Sko, í raun og veru þetta sérstaklega skemmt sem að, sko, minn grunnur að ég doktor í heimspeki, ég vinn í háskólanum, svona mest bara í fræðastörfum. Það sem ég mest svona sérhæft mig í eru kenningar í feminisma og marxisma og í raun og veru svona tengslin þar á milli. Þannig að miklu leyti hefur það verið svolítið svona hugmyndir vinnu, þú veist, hvað er vinna? En þannig að þetta er í raun og veru, já, það er réttur staður fyrir mig að vera hérna innan sósíalista. En sko, þetta er í raun og veru að þá er ég kannski svolítið að segja frá doktorsverkefninu mínu. Sem sagt, ég fekk styrk frá Rannís og það er orðið svolítið langt síðan, þetta var bara í byrjun 2020 til þess að gera verkefni sem að heitir Hlustað á þreytu. Og sem sagt, forsaga rannsóknarinnar er að ég hef sjálf bara þurft að pæla frekar mikið í þreytu. Og núna veit ég ekki hvað þið viti mikið sjúkdóminn sem ég ætla svolítið að segja ykkur frá, sem er núna kallaður ME, en hefur líka verið svolítið kallaður síþreyta eða síþreytufár, ef einhver mann á 10. áratugnum var það mikið. Og síðan er í raun og veru það sem er núna langvinnt COVID er líklegast sami sjúkdómur. Þó að maður megi ekki alhæfa það og allt það, þá er það í raun og veru að svo miklu leyti sem það er þreytusjúkdómur, þá er það líklegast þessi ME-sjúkdómur. Og ég sem sagt, ég hef verið langveik síðan 2009 og það tók mig sko 10 ár að fá örorku út af því að það er svo lítil viðurkenning á þessum sjúkdómi. Og í raun og veru bara hélt ég, þetta er svolítið fáraleg saga, en ég hélt mér á lífi sem námsmaður. Þú veist, það eina sem ég hafði rétt á í kerfinu var námslán. Eða þá bara, þú veist, Reykjavíkurborg. Þú veist, ég var ekki einu sinni með rétt á atvinnuleysisbótum. Og ég kláraði þessa doktorspróf í heimspeki 2018. Og ég fór bara svona smám saman að gera mig grein fyrir að þetta væri bara einhver reynsla sem að ég var ekki búin að lesa nógu mikið þó ég lesi frekar mikið og það þyrfti að rannsaka hana betur. Og þar að leiðandi þá fór ég sem sagt að sækja að gera þetta verkefni og sem að var þá kannski svolítið þennan sjúkdóm en líka bara hvað er málið með þreytu? Þú veist, út af því þreyta eins og við segjum, við erum öll þreytt og það er komið svo ótrúlega mörg hugtök allt í einum þreytunni svo bara mikið að tala kulnun sem er líka rosalega svona órætt hugtak, það er farið að tala heilaþoku sem er þessi svona vitsmunaþreyta en samt einhvern veginn er svo erfitt að fanga þetta blessaða fyrirbæri og sérstaklega er það erfitt þegar að þetta er það sem það fyrsta sem maður hugsar þegar maður vaknar á morgnana er bara einhvern veginn hvernig er þreytan mín, þú veist hvert er orkustigið mitt og það sem ég gerði þess að í 90. verkefninu var að taka viðtöl við MS-sjúklinga og það var svolítið nýtt fyrir mér þar sem ég er heimspekingur og við heimspekingar við erum bara mest í það að lesa og færa rök
fyrir hlutunum. Þannig að ég sem sagt tók bara, já, ég lærði sem sagt nýja aðferðafræði til þess að gera þetta verkefni. Og hérna set ég næst mynd af sjálfri mér. Ég svolítið að reyna líka að sýna það þegar ég að tala þetta, að ég bara, þú veist, ég vinnandi manneskja í 100% starfi, það frekar erfitt reyndar, en þú veist, ég vinn bara yfir mig. Þú veist, ég bara vinn þú veist, ég bara svona. Og bara það allt í lagi. Ég bara alltaf að reyna að segja út af því að það rosalega mikið heilbrigðisstarfsfólki sem sagt mér, það ekki alltaf í lagi að vinna upp í rúmi. Þannig ég hef alltaf verið, þú veist, ég hef bara verið í 10-15 ára að skammast mín fyrir að vinna upp í rúmi, sem svokkslega skrítið. Þannig ég að reyna að segja við fólk, það má vinna upp í rúmi. En já, þá það sem sagt, hvað málið með þreytuna? Og það sem kannski maður sér strax í litteratúrnum og líka bara á öllum þessum sögum af fólki að það einhvern veginn eins og að þreyta sér bæði allt og ekki neitt. Við erum öll þreytt en á sama tíma og kannski einmitt út af því við erum öll þreytt að þá eins og að þreyta geti ekki verið sjúkdómseinkenni og hún hefur ekki fengið viðurkenningu sem sjúkdómseinkenni. Og þegar ég fór sem sagt að leita heimildum þreytu og þetta ég kannski mest að gera svona félags- og hugvísindalega, þá bara fann ég ekki neitt. Ég fann rosalega mikið sársauka og verki, ég fann ekkert þreytu, bara ótrúlega lítið. Og aðal orðræðan sem til var þreytu, sem að mér fannst rosalega merkilegt, var þessi orðræða og saga vinnu og framleiðni. Sem sagt, í raun og veru upphaf iðnvæðingu, hvernig sko í raun og veru þreyta á ensku, þetta fatigue, ég les svolítið mest af því sem ég að lesa á ensku sem sagt. Að þá bara einhvern veginn eins og þetta hugtak komið svolítið, verði svolítið stórt yfir upphaf iðnvæðingu og í raun og veru þessum hugmyndum hvernig megi fá eins mikla vinnu út úr mannslíkamanum og mögulegt Þar verður þreyta að vandamáli. Hún verður bara svona til út af því að já, ok, fólk getur ekki unnið endalaust. Það þarf í raun og veru, við þurfum að finna út hversu mikla hvíld þarf fólk til þess að geta mætt til vinnu daginn eftir. En svo samt það sem ég ætla að segja að það sem samt svolítið merkilegt og ég held þetta hafa að gera með langvinnt COVID og bara COVID að það mjög margt að breytast. Það eins og þessi að koma að sprengja. Það bara allt í einu allir að fjalla þreytu sko. Þannig að núna bara á síðustu dögum bara hef ég verið að kaupa alveg nokkra bækur sem fjalla þreytu, söguþreytu og orku og alls konar hugtök sem passa þarna í. En það sem ég vildi líka segja að svona sem heimspekingur að þá leyfir maður sér oft, þú veist, ég ekki bara að rannsaka, þú veist, ég að koma með siðferðslega og pólitíska kröfu og það bara svo að við verðum að taka þreytu alvarlega og við verðum að gangast við henni og viðurkenna hana og í raun að veru sérstaklega þegar kemur af langveiku fólki og líka að viðurkenna það sem fötlun eða skerðingu. Og ég veit ekki hvort ég komi betur að þessu á einhverjum glærum eftir en það búið að vera rosalega mikill sko baráttu nafnið á ME. Einhver hérna sem að veit hvað ME stendur fyrir? Horfum ég til þína. Þetta latína og þetta held ég, ef ég ber þetta rétt fram, myalgic encephalomyelitis. Og maður spyr sig sko, þú veist, og ég bara þeirra skoðunar, það ekki allt fræðafólk sammála mér, ég þeirra skoðunar að sjúklingar eiga ráða hvað sjúkdómurinn heitir og það eigi bara að vera þannig. Þau vilja að þetta heiti ME og það heitir þetta ME, en af hverju viljum við að sjúkdómurinn okkar heiti þessi latneska nafni? Það svo stóra spurningin. Og ástæðan bara svo að
chronic fatigue syndrome á ensku, það er bara búið að vera, þú veist, grínið. Þú veist, ég man, ef þið horfið á fyrsta þáttinn af House, Dr. House, sem var hérna kringum 2000-2010, pilotátturinn gerir grín að chronic fatigue syndrome, eins og það sé ekki alvöru sjúkdómur. Þú veist, þannig að þetta er bara svona ongoing grín að fólk sem kemur með þennan sjúkdóm, að það sé bara með einhvers konar fáralegan heilsukvíða eða eitthvað svoleiðis. Og þar að leiðandi vilja sjúklingar að sjúkdómurinn heiti myalgic encephalomyelitis, þótt að enginn geti borið þetta fram. Og þú veist, og það er bara til þess að fá viðurkenningu á sjúkdómnum. Og hérna ég þarf svolítið að drekka kaffi út af því að ég er með smá svona heilaþoku í dag. Já, þarna er þetta. Myalgic encephalomyelitis. Og þetta hefur verið kallað í fræðunum vefjengdur sjúkdómur. Ég er að þýða á íslensku, þetta er á ensku contested disease. Og það hefur í raun og veru, það var í alveg nokkra áratugi rökrætt hvort þetta var í líffræðilegur eða geðrætt sjúkdómur. En núna síðustu ár hafa verið að koma fram og í raun og veru óþolandi að það þurfi að vera eitthvað að setja í þessa flokka. En í öllu falli að þá er skýring á þreytun að koma fram með svona lífmerkjum sem er þá, þú veist, eins og eitthvað í blóðinu og svo framvegis. Ég er ekki nógu mikill heilbrigðisvísindamaður til að útskýra þetta, en ég get reynt. Má ég skjóta einu? Já. Það er taugaslýrið. Þannig að ég held að þetta heiti sig vísun í það að það eru einu litlar skemmdir í taugaslýrið. Einmitt. Akkurat. En það sem að mér þótti svolítið merkilegt út af því að þreyta er svo óræð og hún svo huglæg er að það sem að hefur svona verið að koma fram síðustu ár er að fólk með ME er með ákveðna gerð af þreytu sem að hefur ekki þýðst á íslensku, fólk kallar það bara PEM, post-exertional malaise, áreynslu óþol. Sérstætt áreynsla gerir því þreyta, en þreytan kemur ekki strax fram, heldur oftast eftir svona 12 til 48 klukkutíma. Þannig þú gerir eitthvað, þú veist eins og ef við værum að hlaupa, að þá finnum við tiltölulega fljótt hvort að við getum ekki meira og svo yrðum við bara fín daginn eftir, þú veist. Við værum ekkert eitthvað að ofgera okkur. En manneskjan með ME, hún geti hlaupið nákvæmlega sama og hún bara svona, já ok, ég verð bara fín á morgun, en svo bara verður hún ekki fín á morgun og það er einhvern veginn engin leið að finna þetta. Og það er þetta sem er svo skrítið einkenni og það er þetta sem er svolítið svona greint ME til dæmis frá vefjagigt sem er tiltölulega svipaður sjúkdómur. En svo er líka rosalega algeng reynsla hjá ME-sjúklingum og þetta á við mjög marga sem eru með langvinna sjúkdóma að örmögnunin er túlkuð sem þunglyndi í heilbrigðiskerfinu. Og það er oft svona gert til þess einhvern veginn að til þess svolítið svona að út af því að læknar hafa ekki neitt fleira til þess að hjálpa fólki með, þá er það bara svona, ertu ekki örugglega þunglyndur, þú veist, og núna getum við bara klára þetta og sagt bless, bara loka þessu keisi í raun og veru. En það sem að er líka merkilegt og það sem að þegar maður fer að skoða þetta, þú veist, hverjar eru hugmyndirnar þreytu, að þá er það að bæði í heilbrigðisvísindunum og meðal langveikra fatlaðra að þá eru í raun og veru ráðandi sín á þreytu að þreyta sér skortur á orku og að þá er það í raun og veru eins og að við höfum einhvers konar tvíhyggju á milli þreytu orku
og þá eða þú veist, og þá það í raun og veru orka og orkuskortur og þreyta sé ekki neitt annað en það. Og þannig þetta svolítið meðhöndlað í heilbrigðiskerfinu, náttúrulega vegna þess að heilbrigðiskerfið hefur áhuga á að mæla hlutina og þessi sýn á þreytu eða orku mælanleg. Orka séð sem mælanlegt afl. Og það þessi nálgun sem við finnum kannski mörg fyrir í heilbrigðiskerfinu að það þessi vilji til þess að mæla og kannski ekki vita hvað á að gera þegar það ekki hægt að mæla hlutina. En svo þetta líka sterkt hjá hópum langveikra og það eru tvær svona myndlíkingar sem eru helst. Það annars vegar þessi skeiðakenning sem að mér finnst ekki meika neitt sens. Það bara einhver sem kom upp með hana, bara hvað ertu með marga skeiðar, venjuleg manneski kannski með, 12, veik manneski með 4, Þetta bara random notkun á myndmáli, en þetta notað rosalega mikið og langveikt fólk kallar sig oft spúnís, þannig að þetta hefur einhvern veginn bara orðið rosalega stórt og þetta svolítið svona akkurat það verið að telja hversu mikla orku þú ert með. Og svo líka mjög ráðandi að MS-sjúklingar tala sig sem mannesku sem síma með bila batteri sem hleður kannski bara 30%. Þú ert alltaf með símaðin í hleðslu en síminn fer aldrei upp fyrir 30%. Og það alveg ágætis leið til þess að skilja hvað í gangi. Og þú veist, og þá erum við að tala sumir MS-sjúklingar, þeir svo veikir að þeir hleðslan fyrir kannski aldrei hærra en 1% þótt að manneskinn sé alltaf að reyna að hlaða sig. Þú veist, út af því að sumir rosalega veikir. En enga síður, það sem ég kannski reyna að miðla að þetta samt svolítið svona, það samt svolítið áhugavert að við skulum vera að nota svona mælanlega leið til þess að sjá þreytu. Og mér finnst persónulega það ekki svona koma heim og saman við mína upplifun af þreytu. Ekki nema litlu leyti. En sem sagt, ég ætla að fara í þessar fyrri hugmyndir þreytu. Og þetta sko eina bókin, hann heitir Anson Rappenbach. Þetta eina bókin sem að bara eiginlega var skrifuð þreytu bara áður en fyrir 2015 eða eitthvað. Og ég held hún hafi komið út á 10. áratugnum. Og þetta sem sagt orðræða á 19. öldina iðnaðarþreytu, industrial fatigue. Og sem sagt Rappenbach heldur því fram að sú myndlíking sem hafi verið ráðandi, þið sjáuð, til þess að tala þetta, þá erum við alltaf að nota myndlíkingar. Það bara valla hægt að nota ekki myndlíkingar. Og það sem líka rosa merkilegt að myndlíkingarnar eiginlega alltaf við tækni. Og þarna sjáum við á 19. öldinni að tæknin sem sagt, ekki batteri eða tölva, auðvitað, heldur manneskjan sem mótor knúin áfram eftir lögmálum varmafræðinar og ég bara svona rétt svo náði eitthvað að fletta upp og þetta á ensku thermodynamics, ég veit ekkert hvað varmafræði þeir bara verið að fyrirgefa mér það þekkingaleysi. En þarna í raun og veru var sem sagt þessi mannskilningur var ráðandi og þá að þreyta kom fram sem þessi hindrun á endalausri framleiðslu mennska líkamanns. Og það sem rosa merkilegt í þessu að þarna erum við að tala við erum að tala kapitalistana. Þeir voru náttúrulega að pæla í þessu, en við erum líka að sjá að umbótasinnarnir voru líka að pæla í þessu. Þeir voru með ótrúlega mörg sömu rökin og maður sér í dag fyrir styttingu vinnuvikunar sem að ef fólk vinnur minna þá verður framleiðnin meiri. Þú veist, málið í raun að veru að grundvöllin alltaf framleiðni manneskjunnar. Þú veist, það ekki vinna minna og fólk bara framleiði minna og það gott fyrir plánetuna sem það í raun og veru náttúrulega. Heldur bara fólk vinnur minna og það framleiðir meira.
Og það var í gangi þarna og það náttúrulega í gangi líka núna. Og á sama tíma, ég ætla kannski ekki að tala mikið það, að þú veist, þarna voru í raun og veru svona hugmyndir vinnu að blandast saman við hugmyndir sem að voru að koma fram sjúkdóma og þarna var sjúkdómur sem hét neurasthenia sem í raun og veru svona eins og, hvað segir maður, fyrirvari? Nei, tjók. Sjúkdómurinn, þetta var líklegast sami sjúkdómur á ME en kallaður forveri. Það eitt einkenni af fólk með ME að það segir alltaf vitlaus orð. Ég ger þetta rosa mikið, svo bara svona læti að vera ógeðslega krúttlegt. Að ég alltaf að segja vitlaus orð. Fyrirvari, forveri, þú veist. Hvað er mér ekki saman? Já, þannig þessar orðræður blönduðust saman þarna á 19. öldinni. En það sem svolítið merkilegt við þessar hugmyndir Freyju að þær eru ennþá mælanlegar og það ennþá samt þessi hugmynd að fólk verður þreytt, þú veist, hún kemur fram út af því það verið að reyna að fá 16 klukkutíma úr fólki á dag og það gengur ekki. Fólk ekki að koma aftur til vinnu og það eitthvað svona, já, ok, við þurfum kannski að minnka svo að það geti komið aftur til vinnu. Þetta bara endur framleiðsla, þú veist, framleiðslunar í raun og veru. En þannig að það í raun og veru, þetta mælanlegt og það þú veist, gengist við því að fólk verður þreytt. Síðan komum við á 20. öldina og það sem ótrúlegt með 20. öldina, hvert sem maður fer, að það eiginlega allt einstaklingsvætt á 20. öldinni og þreyta þá ekki séð sem samfélagsvandamál, bara svona, ok, þú veist, hver formgerðin hér, hver verksmiðjan eða fyrirtækið, heldur bara, já, það bara þessi vinnandi manneskja, það eitthvað að henni fyrir að vera þreytt. Þetta ekki okkar vandamál hérna í fyrirtækinu, þetta hennar vandamál. Og þetta bara einhvern veginn allstað sem maður kemur og þá sér maður að 20. öldin einhvern veginn setjur ábyrgðina á einstaklingin. Og ábyrgðin sem þetta á einstaklingin ég alltaf mikið að hreyfa mig og, já, ok, fyrirgefið fólk á internetinu. Já, hvað var ég að segja? Já, og þú veist, þannig að við sjáum í raun og veru að þarna kemur meiri hugmynd þreytu sem huglegt fyrirbæri sem að þreyta náttúrulega en það nota gegn fólki. Og það það sem svo skrítið, bara svona býttu nú við, þú veist, þú segist vera þreytt, þú þarf bara að koma sjálf þér út úr þessu. Hvaða rugl þetta? Þú þarf bara að hlaupa meira eða þú veist, taka réttu vítamínin og þá getur þú unnið það sem þú átt að vinna og þú veist, þið verður peningin sem þú fær, allan peningin sem þú fær. Þannig að mér finnst þetta að vera rosalega merkileg þróun sem að maður finnur kannski fyrir þegar maður svo manneskja með langvinnu veikindi bara núna á 21. öldinni sem að reynir að fara til læknis og segja bara ég þreytt. Þú veist, út af því að mín reynsla og reynsla flestra bara að ég hafi gert eitthvað vitlaust og það af leiðandi ég veik. Þannig að þetta svolítið svona, já, það svolítið merkilegt hvað þetta svona, þessi huglæga sýn á þreytu eins mikilvæg og hún hvað hún hefur verið nýtt gegn fólki. Hér ætla ég setti aðeins bara rannsóknarferlið. Ég ekki að tala neitt rosalega mikið rannsóknina. Það aðalega, þetta bara svona fyrir ykkur. Ég í raun og veru núna að greina rannsóknina og skrifa 2 greinar, önnur sem svona meira bara þetta staða ME-sjúklingur í Íslandi og hin sem svona meira heimspekilega þar sem ég að greina hugmyndir þreytu. Og þarna sjáu þið batterið líka, þú veist, broken battery metafor. En það sem merkilegt svona í þessu samhengi sem við erum að tala var,
og í raun og veru hvað það var greinilegt að þetta fólk sem að tóku þátt í rannsókninni, hvað greinilegt að það kemur úr vinnusamfélagi. Og þú veist, það er margar leiðir að greina það. Ég hefði getað greint að það væri þú veist, þetta væri bara eitthvað svona einstaklingarnir sem að væru, þú veist, einhvern veginn alltaf að reyna að sanna sig eða ég veit það ekki. En það sem að mér fannst greinilegt með allan literatúrin sem ég hef lesið, bara hver er formgenu sem þetta fólk kemur úr. Það er vinnusamfélagið. Það, þú veist, allir eru að reyna að standa sig, allir eru að reyna að vera duglegir og svo lendir það í þessu að fá sjúkdóm þar sem það getur ekki gert neitt. Sem er bara ótrúlega mikið högg. Og þú veist, þetta verður rosalega oft bara svona, bara algjört högg. Og einhvern veginn, þú veist, og sjálfsmyndin hjá fólki, hún svo tengd vinnunni. Og bara, ekki bara vinnunni, heldur að standa sig. Og það er ekki eitthvað svona endilega, þú veist, fyrir yfirmannin eða eitthvað, heldur bara fyrir samfélagið sem þú tilheyrir. Bara fyrir vinnustæðin eða fyrir fjölskylduna. Þú veist, og bara einhvern veginn að ætla að gera allt fyrir börnið þín eða fyrir fjölskylduna þína. Þú veist, þetta var alveg ótrúlega greinilegt þarna. Og svo þurfti það náttúrulega endurskilgreina eða endurskoða öll gildi sín og þá fór það náttúrulega bara að fatta, þú veist, hvert vil ég setja? Ég hef litla virkni, ég get gert lítið og hvert vil ég setja hana? Og þá náttúrulega, þú veist, fór það bara að leyfa sér að þú veist, náttúrulega vinna ekki en líka að reyna að leyfa sér að, þú veist, hafa skítugt heima hjá sér og allt þetta sem að, þú veist, er náttúrulega líka að vinna. En og það er kannski þetta sem að er líka rosalega greinilegt í viðtölunum og á þessari þreytusögu er að það sem gerist þarna á 20. öldinni og í kringum aldamótin er að það er þessi hugmynd að það er hægt að leysa allt með hreyfingu. Hún kemur bara fram og þú veist, og þetta er hugmynd, það er ekkert, þú veist, það er ekki bara einhverjir læknar sem eru búin að sanna þetta, bara alls ekki. Þú veist, ef maður lítur á literatúrin, það er ekkert sem sannar að allt sé betra með hreyfingu. Og þú veist, ef þú lítur á 19. öldina, að þá var til dæmis reynt að, þú veist, þá var alveg annað í gangi og það var reynt að leysa allt með hvíld. Þú veist, þannig að þetta eru ekki, þú veist, þetta er ekki bara einhver sannleikur sem er í heilbrigðisvísindum, heldur er þetta hugmyndir sem eru ráðandi í samfélaginu. Og núna hefur þessi hugmynd verið ráðandi í samfélaginu að allt getur verið leyst, allt verið betra með hreyfingu. Og svo kemur ME, sjúkdómurinn, og er bara eitthvað nei, þú veist, nú er bara að koma fram að allt þetta fólk með ME verður miklu verra á hreyfingu. Og þú veist, og við erum að tala um 20-30 ár þar sem að þú veist, fólk hefur verið sett inn á geðsjúkrahús út af því að það er, þú veist, það er verið að reyna að neyða það til þess að hreyfa sig og það segir bara nei. Og það hefur bara verið lokað inni. Þú veist, þetta er bara búið að vera í gangi. Þetta er bara svona ótrúlegustu sögur sem hefur búin að vera í gangi. En í raun og veru að þá er núna loksins komin sönnun fyrir því að hreyfing leysir ekki öll vandamál. Og það er að koma aðeins meiri meðvitund líka í fleiri sjúkdóma. Ég veit ekki til dæmis eins og með MS eða það eru margir sjúkdómar sem eru svona svipaðir og þetta er aðeins að koma bara já, ok, hreyfing leysir ekki öll vandamál. Og bara stundum er miklu betra fyrir fólk að vera ekki að reyna að hreyfa sig. Ég man, þú veist, þegar COVID kom og fólk var að, þá var ég í stjórn ME-félagsins og fyrst að fólki var að fá langvinnt COVID, þá skrifaði ég grein á vísi.is þar sem ég sagði, ef þið eruð ekki að losna við einkennin, ekki fara út að hlaupa. Það var bara fyrsta, ekki reyna að fara út að hlaupa. Og þú veist, það var bara fullt af fólki að reyna að fara út að hlaupa. Og bara, ég veit ekki hvort þetta náði, en þú veist, bara skilaboðin voru ekki einu sinni komin þarna út, þú veist. Það voru margir sem urðu verri vegna þess að þau reyndu bara einhvern veginn að hreyfa sig. Þið heyrið, þetta skipti mig miklu máli og út af því að ég bara, þú veist, ég meina ég varð miklu verri út af því að ég var eitthvað að reyna að fara út að hlaupa. Þú veist, ég hefði ekki orðið verri. Ég hefði bara mögulega ekki orðið langveik ef að fólk hefði ekki verið alltaf að segja mér að fara út að hlaupa.
þú veist, mér finnst þetta alveg gaman að fara út að hlaupa, það er ekki það, en þú veist að bara, þetta bara var ekki að virka. Já, þú veist, þannig að þetta í raun og veru, sko, þú veist, þessi saga segir okkur bara það, að það var þessi einstaklingsvæðing ábyrgðar, þetta var sjúklingum að kenna að þau voru þjálfa vitlaust eða lifa lífum sínum vitlaust. Ég er búin að skrifa eina grein, svona fræðigrein þetta sem heitir tekur D-vitamin. Þetta er rosalega algeng, þegar maður segir frá veikindunum sínum, að þá er fólk bara svona, tekur D-vitamin, og bara svona, ég er búin að vera langveik í 15 ár. Og núna er þetta eitthvað svona, það komnar aðra spurningar, þú veist, tekur kollagen eða eitthvað. En bara svona í lokin, þá ætla ég líka að segja, þú veist, það sem ég sé líka að skiptir máli í einhvern veginn að þetta fái viðurkenningu að setja þetta í betri samhengi við fötlun og fötlunarfræði. Og það sem að gerast núna til dæmis í Bretlandi, sem hefur því miður náttúrulega hrikalega sögu hvað var það fötlun, fötlunarkerfið, að það verið að reyna þá bara á, þú veist, þegar það verið að meta örorku til dæmis, að eitt af kategóriunum, flokkunum sé orkuskerðing. Og þetta eitthvað sem ætti líka vera bara allstaðar, út í þetta bara mikilvæg skerðing, en núna þetta, þú veist, núna þetta bara spurningin, getur þú labbað upp stiga? Og ef þú getur það, þá farið ekki örorku. Þú veist, þetta kerfið passar alls ekki við þennan hóp fólks. Og flestir flestir þurfa að fá örorku og þau gera upp kvíða og þunglindi til þess að fá örorku. Það sagan, það höss sagan sem að allir segja manni. Út af því að það ekki hægt að fá bara með þessum sjúkdómi. Og svo þetta líka bara náttúrulega þessar spurningar hvað félagslegu hindranir finnur þetta fólk fyrir. Og þetta náttúrulega ósýnileg fötlun, það enginn sem sér þetta utan manni. Og þannig að það gerðar rosalega miklar orkuvæntingar til manns í raun og veru. Og það ekki bara það að fólk sé ekki segja það, heldur maður sjálfur bara einhvern veginn svona, já, þú veist, ég bara mamma hér og ég á að gera svona og ég mömmur í þessum samhengi gera svona. Og þá einhvern veginn, þú veist, eitthvað sem maður á ekki gera og maður gera það samt einhvern veginn, út af því bara væntingarnar alltaf að stjórna manni. Já, og svo bara, þú veist, það vantar bara miklu meiri þekkingu, þú veist, á þreytu og þessum sjúkdómi, út af því það þarf rosa mikið fyrirbyggjandi aðgerðir. Út af því að þegar þú ert komin á stað eins og ég eða margir, þú veist, þá ertu búin að eyðileggja eitthvað fyrir þér. Og þú veist, og fólk þarf ekki að komast þangað ef það veit að þú ert með langvinn veikindi eftir vírussjúkdóm til dæmis, að þá getur þau verið að lenda í þessum hópi. Þú veist, þannig að það ótrúlega mikilvægt að fara í fyrirbyggjandi aðgerðir og bara fræðslu þetta. Og aðgengismál að þá vantar miklu fleiri hvíldarými vegna þess að fólk þarf rosalega mikið að leggjast út af og geta hvílt sig og vera í liggjandi stöðu. Og þú veist, ef maður hugsar samfélagið, þá hvergi hvíldarými. Þú veist, og það allt gert einhvern veginn. Eins og Freyja Haralds, hún sagði til dæmis á Facebookinu sínum daginn, bara, þú veist, að forsetaframbjóðarnir áttu allir að standa í 2 klukkutíma, þú veist, og tala. Þetta í raun og veru rosalega svona ableist, bara gert ráð fyrir að þú hafi rosa mikla orku. Þú veist, ég get ekki staðið í 2 klukkutíma. Þú veist, ég þyrfti bara að leggja mig á, þú veist, 20 mínútna fresti eða eitthvað, eða aðeins meira kannski. En þú veist, þetta skiptir rosa miklu máli og bara normalisera það að vera í liggjandi stöðu. Út af því það eitthvað sem við sjáum ekki. Við eigum einhvern veginn öll að vera upprétt, sem svolítið merkilegt. En sko, það sem ég kannski að reyna að segja, það sem ég ætla að reyna að segja í greininni minni, sem verður þreytu, svona heimspekigreininni, að ég bara færa rök fyrir því að við þurfum að gangast til þreytu sem hluta á lífinu. Og þetta svo ógeðslega basic. Mér stundum ég ótrúlega ofta eitthvað í þessu stöðu sem heimsbyggur. Ég les í mörg ár, svo segi ég eitthvað ótrúlega basic. Ég bara svona, af hverju þurfti ég öll þessi ár að lesa texta til þess að komast að þessari niðurstöðu? En þetta bara ótrúlega erfitt. En þú veist, út af því þið heyrið að ég að tala
þreytu sem, að þetta eru þessi 2 sjónarhorn sem að ég svolítið að vinna með, sem þreyta sem skortur orku, sem svona mælanlegt fyrirbæri, og svo þreyta sem huglægt fyrirbæri. Og að einhverju leyti ég að segja að við þurfum kannski sem samfélag meira mæli að hafa þreytu sem huglægt fyrirbæri, án þess að það sé einstaklingnum að kenna. Þú veist, bara rífðu þau upp og farið í ræktina, þú veist, ekkert svona, heldur bara, ok, þú ert þreytt og þú veist, hvernig finnur þreytuna, hvernig kemur þreytan fram í líkamanum? Þú veist, svo núna, bara eitt líkamlegt dæmi af mér, ég var að byrja á pillunni aftur og þú veist, ég finn rosa mikið fyrir hormónum og ég búin að með ógleði mánuð, ég var að byrja á pillunni og þá kom einhver allt önnur þreyta í ljós. Og ég búin að vera einhvern veginn bara svona, veit það ekki, eins og selur, svona skata, hvað eftir orðatiltækið? Svona liggja bara einhvern veginn. Þetta allt öðruvísi þreyta heldur en ME-þreyta mín. Og ég man þegar ég var ólétt, þá bara var allt önnur þreyta sem kom. Þú veist, ég upplifði hana allt öðruvísi í líkamannum. Og öll erum við einhvern veginn alltaf að finna fyrir svona mörgum líkamlegum kendum. Og þú veist, í raun að vera út af því að verkefnið mitt heitir hlusta á þreytu, þá það mitt bara, ef að hlusta þetta. Og þú veist, ég fann það samt þegar ég tók viðtölin, að ég var að reyna að spyrja fólk um þetta. En þú veist, við erum öll kannski svolítið föst í, bara svona, ok, þetta örmögnun og þetta bara, ég get ekki lýst þessu. Þetta heilaþoka og þá get ég ekki talað. En þú veist, en ég svolítið svona að reyna, þú veist, hvað það í alvörunni sem við erum að finna? Og þú veist, og ég bara, þú veist, á sama tíma svo erfitt að, þú veist, ég get ekki komið með orðin handa ykkur, en kannski svona gangast við því bara á hverjum degi erum við að finna bara ólíka gerðir og ein gerðin af þreytu, hún segir okkur kannski, þú veist, ok, þú veist, ég þarf að hringja í vinkonu mína, eða önnur segir bara, já, ok, ég ætla ekki að borða súkkulaði. Og þú veist, og þetta ótrúlega random, en þú veist, þetta samt það sem í gangi. Að þú veist, við erum bara einhvern veginn svona að, við erum bara einhvern veginn með alla þessa þekkingu í líkamannum. Þú veist, ef ég með svona þreytt, þá líður mér betur ef ég hringi vinkonu mína og ég segi henni hvað búin að vera í gangi hjá mér. Og þá bara fæ ég einhverja orku. Eða þú veist, ég svona þreytt og mér langar súkkulaði, en alltaf þegar ég borða súkkulaði, þá líður mér verr. Og þú veist, við höfum alla þessa þekkingu líkamannum og hún í gangi og þetta rosa huglegt, þetta rosa einstaklingsbundið og við megum hlusta á þetta. Þú veist, það kannski það sem eru bara svona pólitísku skilaboðin. Bara, þú bara mátt algjörlega hlusta á allar þessar gerðir af þreytu. Og ég bara svona komin á, ég get ekki kannski skrifa þetta nema í sögum, kannski bara, þú veist, ég að fara að teikna þreytuna mína í staðinn fyrir að, út af því að þú veist, þetta svo ólýsanlegt, en þetta samt svo stór hluti af lífinu. Þú veist, því að bara, við erum einhvern veginn alltaf bara að gera þetta og þess að fatta þetta. En það sem náttúrulega málið samt að við erum í samfélagsgerðum þar sem að allt mælanlegt. Við þurfum að vinna oft 8 klukkutíma á dag og við þurfum að sinna mjög mikilli ólaunaðri vinnu eftir þessa 8 klukkutíma og þú veist, við erum með samviskupið að hreyfa okkur ekki á, þú veist, því að við kannski vinnum við tölvu. Þannig að þú veist, að þetta bara frekar snúið að ætla sér að hlusta á þreytu í dag og ætla að gangast við henni. Og þess vegna einhvern veginn þetta miklu erfiðara en það hljómar. Bara, þú veist, hvenær þarna, ok, ég hef tíma í hálftíma á laugardögum til þess að hlusta á þreytu. Þú veist, þetta kannski bara svona. Og síðan líka rosa mikilvægt, þú veist, þetta einhvers konar huglæg hugmynd þreytu, en það líka rosa mikilvægt að hafa þessa mælanlegu hugmynd þreytu. Út af því að, þú veist, eins og með ME-sjúklinga, þú veist, þá þetta bókstaflega það að þeir hafa ekki nógu mikla orku og þeir þurfa meiri orku. Þú veist, þegar þú hefur 1% í símaninum og þú bara einhvern veginn, þetta bara orkuleysi, að þá vantar þig meiri orku.
og þá þurfum við að fara og hafa þetta mælanlega og við verðum að rannsaka þetta betur og skilja af hverju þetta fólk hafa ekki meiri orku og finna leiðir til þess að þau fái meiri orku. Þannig að við þurfum að halda í þessa hugmyndumælanlega þreytu en hafa hina líka sem svona, já, hlusta á þreytu hugmynd. Já, þá þetta bara komið hjá mér. Takk fyrir mig. Á ég að setjast í hérna góð stól?